Bara keppni með áfengi? Nei, ég var að lappa strikinu og fá með bjór. Það stóð nættilega. Þetta bara félagslega. Jesús. Góðan dag, þá býð ég ykkur til fundars bæjarstjórnar sveitarfélagsins Voga, númer 236 og segi hann settan. Það er miðvikudagurinn 27. ágúst og klukkan er 17:30 og þeir sem sitja fundin eru bæjarfulltrúarnir Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björk Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Friðrik Valdimar Árnason, Kristinn Björgvinsson, Guðrún P. Ólafsdóttir og Ásta Friðriksdóttir. Einnig ritar Ásta Friðriksdóttir fundagerð. Áður en gengum til dagskrár þá var bæjarfulltrúum upplýst það að við ætlum að leita hér afbrigða í dag varðandi fyrsta lið á dagskrá. En það er tilnefning í fræðslunefnd áheyrnarfulltrúa L-listans og ég óska bara eftir samþykki. Þeir sem samþykja þessa breytingu á fyrsta lið gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Að öðru leyti eru málin 8 á dagskrá hjá okkur í dag og við vindum okkur bara þá í fyrsta lið. Það er kosningar ráðanefndir 2025. Lögð fram tillaga að breytingu á skipan í fjölskyldu- og velferðarráði Suðurnesjabæjar og sveitarfélagsins Voga. Tinna Huld Karlsdóttir segir sig frá nefndin af persónulegum ástæðum. Lagt er til að fyrir E-listan verði Elísa Fönn Grétarsdóttir tilnefnd í hennar stað sem aðalmaður og Inga Ruth Hlöðusdóttir sem varamaður. Jafnframt er lagt til að Snædís Ósk Guðjónsdóttir verði áheyrnarfulltrúi L-lista í fræðslunefnd í stað Ingu Helgu Fredriksen sem víkur sem áheyrnarfulltrúi í nefndinni. Eðvar Atli Bjarnason verður áfram vara áheyrnarfulltrúi L-listans í fræðslunefnd. Orðið er laust þennan lið og ef enginn kveður sér hljóðs þá geng ég til afgreiðslu og þeir sem samþykkja þetta gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Mér langar að nota tækifærið og þakka Tinnu Huld Karlsdóttur og Ingu Helgu Fredriksen kærlega fyrir þeirra störf sem eru búin að vera ansi löng og mikil í gegnum árin. Þá er annar liður á dagskrá, það er innleiðing breyting á stjórnskipulagi og ráðning sviðsstjóra. Tekið fyrir annað mál á dagskrá 428. fundar bæjarráðs frá 4. júní 2025. Lögð fram tillaga stofnun fjölskyldusviðs hjá sveitarfélaginu og ráðningu sviðsstjóra. Kynningar og breytingu því samhliða og tilboð ráðningarstofa. Afgreiðsla bæjarráðs frá 4. júní var svo hljóðandi. Bæjarráð samþykkir samhljóða að stofna verði fjölskyldusvið hjá sveitarfélaginu og ráðinn verði sviðsstjóri til að leiða starfsemina. Bæjarstjóra falið að ganga til samninga við Háang ráðgjöf og ráðningu í starfsviðsstjóra fjölskyldusviðs og sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs í samræmi við kynntar skipulagsbreytingar. Orðið er laust. Björn, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Við langar að grípa orðið aðeins hérna varðandi þetta mál, innleiðingu og breytingu stjórnskipulagi. Þetta er nú svolítið sem það var tekið fyrir í bæjarráð en það var bara í 4. júní. En að koma hérna inn í bæjarstjórn fyrst núna vegna sumarleyfa og kannski eitthvað farist fyrir hjá okkur í lok júní sennilega. En mér langar svona sérstaklega að minnast á þessar breytingar sem að vera stjórnskipulaginu varða fjölskyldusviðið. Þannig að vera dálítið mikið breyting hjá okkur og þetta er alveg nýtt. Þetta er svið sem ekki hefur verið hérna í sveitarfélaginu áður og ég svona bara held þetta verið til góðs og bind mikla vonir við þessar breytingar og held að þær hafa orðnar bara vel tímabærar. Og það hefur gengið frá ráðningu í þetta starf og Hólmfríður Árnadóttir er að koma hérna til starfa bara fljótlega og ég bara hlakka til samstarfsins hjá hana og bara nota tækifæri og býð hana velkomna til starfa. Og bara held þetta að verða okkur til heilla þessi breytun og stjórnskipulagi sem nú er að fara að eiga sér stað.
Takk fyrir það, Björn. Orðið ennþá laust. Ég langar kannski bara að skjóta inn í hérna, eins taka undir með Birni. Persónulega finnst mér þetta mjög þörf breyting og ég held bara í stækkandi samfélagi þá kallar þetta á betra skipulag og utanum þessa málaflokka sem falla hann undir og þá sérstaklega kannski höfum við líka rætt það gegnum tíðina hvað er mikilvægt að hafa ábyrgðarfulltrúa fræðslusviðs sem hefur svolítið verið hattur, sem hefur svolítið verið á herðum bæjarstjóra hér oft og lengi. En ég vil líka bara taka undir það að hlakka til samstarfs við Hólmfríði og auðvitað Ólaf Melsteð líka. En þær ráningar náttúrulega samþykktum við á bæjarráðsfundi með fullnaðar afgreiðslu. Þá legg ég þetta mál til afgreiðslu stofnun fjölskyldusviðs og þeir sem samþykja það, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá vindum við okkur í já, það er kannski rétt að ég lesi afgreiðslu bæjarstjórnar. Bæjarstjórn staðfestir samhljóða afgreiðslu bæjarráðs stofnun fjölskyldusviðs hjá sveitarfélaginu og vísar vinnu við uppfærslu skipurits sveitarfélagsins til bæjarráðs. Þá eru komin í fundagerðir til kynningar. Ég les þar bara hér upp og svo er fólki frjálst að koma hér upp og tjá sig. Það er þriðja máli bæjarráð sveitarfélagsins Voga númer 432, svo er bæjarráðið númer 431, númer 4, númer 5 bæjarráð sveitarfélagsins Voga númer 430, skipulagsnefnd sveitarfélagsins númer 72 er 7. liður, 7. liður umhverfisnefnd, 7. liður er skipulagsnefndin, 7. liður er frístund- og menningarnefndin númer 125 og þannig sjá, ég ætla nú bara aðeins að fara yfir tölusetninguna. 3, 4, 5, 6 er skipulagsnefndin, 7 er umhverfisnefndin, 8 er frístund- og menningarnefndin. Já, afsakið þetta. Herru, þá er orðið laust alla fundagerðir. Gjörðu svo vel, Inga. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að vitna í 27. fund umhverfisnefndar. En enga tilnefningar bárust nefndinni umhverfisviðurkenningu. En nefndin fór saman í bíltúrum bæinn okkar og samþykkt var að veita Agnari Páli Agnarssyni umhverfisviðurkenningu fyrir hönnun sína og vinnu við lóðir að Lindabrekku og Holti. Umhverfisnefndin veitti einnig Þorvaldi Erni Árnasyni umhverfisviðurkenningu fyrir framtak sitt í þágu náttúrar en hann hefur ötull talsmaður náttúru og umhverfis í sveitarfélaginu. Viljum við óska þeim til hamingju með þessar umhverfisviðurkenningar. Takk fyrir. Takk fyrir það, Inga. Orðið er ennþá laust. Björn, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, mér langar að drepa niður í fundagerð 432 bæjarráðs, númer 432 og þar í máli númer 2, rekstrar- og fjárfestingarheimildir 2025 og vekja kannski aðeins athygli á þeim viðsnúningi sem er að verða í rekstri hérna í þessu sveitarfélagi á jákvæðan hátt. En á þessu fundi kom Ásta með yfirlit sem sagt frá jan til júní, hvernig hefur gengið hjá okkur. Og rekstrana niðurstaða fyrstu 6 mánuði ársins er jákvæð 110 milljónir króna sem eru 65 milljónir króna jákvæðari niðurstaða en áætlað var í fjárhagsáætlun. Mestu munar frávik í rekstratekjum og þá sérstaklega útsvarstekjum þar sem tekjur umfram áætlun eru 43 milljónir króna. Og ef aukning útsvars umfram áætlun helst með þessum hætti út árið 2025 má gera ráð fyrir því að útsvarstekjur nemi 90 milljónir króna umfram áætlun undir loka árs sem eru jákvæðu fréttir ef framferð sem horfir. En auðvitað blasa við okkur náttúrulega að fylgdi þessu áskoranir sem að koma á móti. Við erum náttúrulega mjög stækkandi sveitarfélag og aukin fjöldi nemenda sem að þarnast meira fjármagns sem að kemur náttúrulega á móti en
frá mínu bæjardyrum séð og líklega okkur alla þetta mjög jákvætt að sjá hvernig reksturinn að snúast til betri vegar. Já, ég tek bara undir þetta. Ég hef ekki litlu við þetta að bæta. Það er mjög ánægjulegt að sjá þessa þróun. En það er eins og bara oft hefur komið fram að það hefur kallað á það að bæði bæjarfulltrúar og eitt talningum, fólkið á gólfinu, allt starfsfólkið hefur þurft að vera á tánum og það er afraksturinn af því að við séum að fara í rétt átt. Orðið er laust, áfram. Gerðu svo vel, Eva. Forseti og bæjarfulltrúar. Við langar að stoppa eins við hérna 125. fundargerð frístund- og menningarnefndar frá því 14. júlí en hérna þar var lögð fram drög að fjölskyldudögum en nú þegar fjölskyldudagar eru búnir og eru að baki vil ég koma á framfæri þökkum til allra sem lögðu sitt á mörkum til að gera hana þeirri einstöku upplifun sem hún bauð upp á fyrir samfélagið okkar. Það er ómetanlegt að sjá samstöðu og samvinnu blómstra á meðal íbúa, starfsmanna, félagasamtaka og sjálfboðaliða. Allir komu saman til að skapa gleði og samveru fyrir bæinn okkar. Það ríkti einstök stemning og þáttakan var frábær, vægast sagt, og það er ykkur öllum að þakka. Hvort sem það var í skipulagi, framkvæmd, gæslu eða þáttöku. Og það er óhætt að segja að slíkur kraftur og samhugur er það sem gerir bæinn okkar að einstökum stað. Þakkir fá félagasamtökin fyrir sitt framlag og einnig stórt hrós fyrir samstöðu í verki og svo vil ég sérstaklega þakka Hönnulísu innilegar, færa Hönnulísu innilegar þakkir fyrir að halda utanum skipulag hátíðarinnar af mikilli fagmennsku og það var ljóst að hún hafði góða yfirsýn og lagði hjarta sitt í þetta verkefni. Og ég er bara strax fann að hlakka til næstu hátíðar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eva. Guðrún, gjörðu svo vel. Já, virðulegu forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líka drepa niður í fundargerð frístund- og menningarnefndar og taka undir að fjölskyldudagar heppnuðust alveg einstaklega vel og þakkir til allra sem að komu að. Þetta var bara virkilega gaman að sjá hversu vel allt gekk og líka eins og á föstudeginum þegar tvísýnt var með veðrið að þá einmitt sýndi samtakamátturinn sér vel. Þannig að þetta var bara virkilega ánægilegt í alla staði. Og svo langar mig einnig að drepa niður í fundargerð bæjarráðs varðandi rekstrarniðurstöðu að við erum hérna sem sagt ágætur sviðsstjóri fjármála stjórnsýslu nákvæmniskonu nokkuð að þær tölur sem voru kynntar núna í bæjarráði að þetta eru drög og stóra myndin en við höfum eftir að ganga frá uppgjöru og einhverjum lokafærslum en það er ekkert sem við sjáum stórt sem ætti að breytast í stóru myndinni eru útsvarstekjur töluvert yfir áætlun og í heildarmyndinni er reksturinn að réttast verulega af sem er ánægilegt. Takk fyrir þetta, Guðrún. Það er ennþá opið á mælendaskrá, eins og maðurinn sagði. Nú, ef það er ekki fleiri sem við að kveða sér hljóðs, þá ætla ég að segja bæjarstundafundi slitið 17:44.